Ég ætla að fara aftur yfir á íslensku því að nú erum við búin að vera að fara frá Ástralíu og yfir til Danmerkur og við erum smátt að færa okkur hingað heim og núna ætlum við að tala Headspace sem opnar hérna á Íslandi í maí, bergið Headspace, og til þess að segja okkur frá því upphafskona bergsins, Sigurþóra Bergsdóttir, komin hingað. Gefum henni gott klapp. Sæl öll. Mikið óskaplega þykir mér vænt að sjá svona marga komna hérna í dag. Þetta algjörlega dásamlegt. I just wanted to say to Patrick and Trine, I'm so honored that you came, and it's such a big thing for us to have you here and support us in this journey we are beginning here. And knowing and understanding how the same problems and everything we have been facing here, we have this international thing, and it was so strange when me and Sigrun, we were trying to understand what it was that we needed to do, and we kind of we drew up Headspace without having seen Headspace. So this is the need, and this is where we are going. But I am going to speak in Icelandic, so I hope Nanna is your special person. Já. Nei, ég ætla að byrja hér. Ég ætla að segja ykkur kannski bara aðeins frá því hvernig við höfum verið að vinna þetta verkefni okkar og hvaðan við komum. Ég kem persónulega frá þeim stað að ég missti drenginn minn árið 2016 úr sjálfsvígi. Og við höfum leitað mikið og reynt að finna út úr málunum hjá honum að minnsta kosti 2-3 ára undan, þar sem við vorum einhvern veginn að átta okkur á því hvernig við getum hjálpað honum að fara gegnum sína erfiðleika, sem endaði með þessum hætti. Við í kjölfarið stofnuðum minningarsjóð drenginn okkar og vildum með þessum minningarsjóð finna leið til þess að fjármagna einhverja sem vildu þá fara af stað í að vinna betur með ungu fólki. Við viljum fjármagna aðra sem vilja fara af stað því okkur datt ekkert í hug að við varum að fara að gera nokkuð skapaðan hlut. Enda ég ekki sálfræðingur eða geðlæknir eða neitt slíkt. Árið 2018, þannig í ágúst, og Bergur Snorri var ekkert einn. Á undanförnum árum höfum við verið að sjá mjög mikið, hvernig ekki þetta? Já. Á undanförnum árum höfum við verið að sjá bara gríðarlega mikið af fréttum og umfjöllun. Er þetta alltaf, hvað í gangi? Já, er þetta einhverju átómatísku? Nei, ok, afsakið, smá tæknilegi vandamál. Á undanförnum árum höfum við verið að sjá þessar fréttir það hvernig fólk, foreldrar og unglingar og aðrir hafa verið að koma fram og upplifa bæði það meiri vandi og líka einhvern veginn að það sé ekki úrræði við hæfi fyrir unga fólki okkar. Vandinn og tölurnar sem Bryndís Björk mun líka fara yfir og eftir sýna líka að við erum raunverulega með aukinn vanda líkt og þau Trine og Patrik lýstu, þar sem að kvíði, sérstaklega meira ungra stúlkna, sjálfsvígshugsanir, sjálfsvígstilraunir. Við erum með gríðarlega aukningu á ungu fólki sem fer á örorku. Þannig að vandinn þarna til staðar. Og svo einhvern veginn úti í samfélaginu þetta ákall á það að það vanti réttu úrræði. Ég satt í tannlæknastól, þetta sönn saga, ég satt í tannlæknastól 16. ágúst síðastliðinn og var nýbúin að sjá okkur á Facebook-færslu móður sem var svo uppgefin að því að hún fékk ekki úrræði fyrir son sinn og það allt inn bara svona kom, þetta var svona eins og bara kom svona sprengja í hausinn og mér sem sagði, heyrðu, við stofnum samtök. Við bara gerum þetta. Ég get ekkert beðið lengur eftir því að finna einhvern annan til að gera þetta, við bara gerum þetta. Og ég hugsaði samtökum kvennaathvarfið, þær voru nú bara 6 mánuði að þessu, og ég hugsaði SAA og ég hugsaði hvernig höfum við unnið byltingar á Íslandi, við höfum gert það með því að stofna samtök. Þannig að ég ákvað þarna í tannlæknastólnum og nú bara stofna ég samtök og það gerðum við. Og þann 17. september síðastliðinn þá var haldinn stofnfundur fyrir samtökin okkar sem heita Samtök stuðningssetu fyrir ungt fólk.
og svo fyndið vegna þess að við vorum alltaf að hugsa meðferð. Ég var alltaf að hugsa að búa til eitthvað meðferðarsetur, við ætlum að vera með innlögn og alls konar, en einhvern veginn hættum við að láta að heita meðferðarsetur af því við hugsaum við ætlum ekki að fara með krakkan okkur eitthvað. Við ætlum að styðja þau og það var í raun og veru alltaf grundvallar hugmyndin og þess vegna heitir þetta stuðningssetur og ég er svo glöð með það í dag eftir allt sem við erum búin að gera, það heitir það, ekki meðferð. Það var gríðarlega mikil athygli og við fengum mikla athygli og mikil meðbyr við stofnunarsamtakana, það komið 200 manns á stofnfundinn og fólk var gríðarlega margir sem að höfðu samband og studd okkur í þessu, þannig að það var mjög gott. Í kjölfarið fórum við að vinna, við komumst inn í snjallræði sem var svona hraðallega við á nýsköpunarmiðstöðvar og Höfðar friðarseturs, þar sem var verið að aðstoða okkur við að móta hugmynd í svona, þetta kallað social innovation hraðall. Þannig við vorum þannig í hópi með öðrum frumkvöðlum í félagslegri nýsköpun í að móta hugmyndina og haustið fór mjög mikið í það. Við fórum bara af stað og við fórum að tala við fólk innan kerfanna, inn í grasrótinni, alls staðar sem við fundum. Við Sigrún, ég veit ekki hvað við fórum að marga fund og hittum mikið af fólki, en við vorum einhvern veginn að reyna að átta okkur á því hvernig getum við gert þetta. Og það var svona, það búið að vera svo, það í því hefur vinnan falið svo mikið. Og við enduðum með því og við komum okkur saman og eins og ég sagði á ensku við þau áðan, við vorum raun og voru búin að teikna upp Headspace á það sem við áttu okkur á Headspace. Svo fengum við sem sagt upp þessi tengingu við Headspace. Ég fór og hitti Trínu út í Danmörku og áttaði mig á því að þetta var eitthvað sem myndi henta vel fyrir okkur og þetta var líka eitthvað sem hentaði svo vel í samræði við stjórnvöld því við byrjum frá fyrsta degi að tala við stjórnvöld. Ég var búin að hitta 3 ráðherra í október. Að því að við töldum, við gerum þetta ekki án þess að við gerum þetta ekki ein. Við gerum þetta ekki sem eitthvað grasrótarsamtök eða eitthvað, við þurfum að vinna með kerfunum. Og það sem í raun og veru við enduðum með að gera var að við teiknaðum upp og sáum að það sem að aðalmáli var, í raun og veru að búa til lágþröskulda þjónustu. Brúa þetta bil. Þröskuldarnir í kerfunum, hvað er þetta? Þröskuldarnir í kerfunum nefnilega svo háir. Annars vegar þessi andlegu þröskuldur fyrir unga fólki eins og þau hafa talað þeir ungmanneski annars annarkvort með barnakerfi eða með fullorðinskerfi, það er einhvern veginn allt svo segregerað. Þú verður að vera með eitthvað geðsjúkdóm eða eitthvað fíknisjúkdóm eða eitthvað annað til þess að fá að fara inn í kerfin og það er eins og það eru hái þröskuldar. Það er það bara og miklu biðlistar. Eins og við upplifum mjög mikið þegar við vorum að vinna með Bergsná á sínum tíma. Svo það þessir andlegu þröskuldar sem bara, heyrðu, ég er ekkert að fara eitthvað inn á geðdeild, ég er ekkert geðveikur, eða inn á Vog, ég er ekkert fíkill, og allt þetta, þau upplifa bara mikla andlega þröskulda á að leita sér hjálpar og kerfið sannast sagna hefur ekkert verið neitt gríðarlega svona jákvætt í því að hvetja fólk til að koma. Það er svona frekar svona, nei, býttu bara og komdu seinna því að þú ert ekki nú veikur. Þannig að við ákváðum að búa til lágþröskulda þjónustu konsept þar sem að við erum online, viljum vinna með Köruconnect sem með fjarþjónustu þannig að við getum, ef fólk treystir sér ekki til að koma til okkar þá getum við talað við það online. Við viljum búa til jákvætt umhverfi með ráðgjöf og við viljum svolítið búa til samfélag. Það er svona kannski sú hugmynd sem að líka ungmennaráðið okkar hefur lagt áherslu á. Við viljum búa til samfélag. Bergið í raun og veru í miðjunni og það er svo hugmynd sem að við erum svona búin að vera að vinna með. Við erum í miðjunni, það er gríðarlega mikið og margt gott og það var auðvitað það sem kom fram í þessum samræðum okkar hérna í haust við all kerfin. Það er mjög mikið gott í gangi í kerfunum þó svo ég hafi verið eitthvað, ég myndi ekki að þetta væri allt ómögulegt. Og það er mikið af, og það er það sem við skiljum, og það er mikið af verkefnum í gangi og margt nýtt að gerast. Við verðum þessi brú og þessi aðili sem er í tengslum við alla hina aðilina sem að veita þessu þjónustu. Við gerum það í samráði og samstarfi með unga fólkinu. Þannig að unga fólk, við erum ekki að fara að segja, já þú skalt, vertu þarna, gerðu hitt. Við gerum allt út frá forsendum þeirra. Og ráðleggja þeim og aðstofan við að nýta sér þau úrræði sem eru í kerfunum leið og þau geta líka verið hjá okkur. Við vinnum svona, ég er svona með smá, við vinnum út frá í raun og veru þessari valdeflandi hugsun og hugmynd
Við vinnum okkar leiðarljós, við höfum eftir að vinna það alla leiðarljósið okkar því við ætlum að fá ungmennin okkar með, en svona þetta er vinnu, titillinn ef við getum sagt sem svo, fyrir ungt fólk og forsendum ungs fólks. Við leggjum áherslu á trauma-informed care líka sem hún Sigrún ætlar að segja ykkur frá eftir smástund, að því að við trúum því að áföll og það sem að fyrir okkur kemur sé að hafa mun meiri áhrif en hefur kannski verið viðurkennt. Og við sem sagt erum að skoða þessa Solihull approach í samtalstækni og viðtalstækni sem er mjög spennandi. Þessi kjörorð þarna aðgengi, kærleikur, traust, aftur er vinnuverkefni en við erum að vinna svo mikið út frá þessu. Það er gott aðgengi, það er hlýr faðmur og traust er algjört lykilatriði til þess að við getum gert það sem við ætlum okkur að gera. Að koma á berginn af stað, hvernig gerum við þetta? Við erum núna komið með 3 aðila í framkvæmdarhópinn, sem sagt, og það er ég og það er hún Harpa Ýr Þjálfi sem er að vinna með okkur að sem sagt, faglega hlutunum og hún Sigrún Sigurða sem hefur búin að vera með okkur frá upphafi, sem er líka í faglega hlutunum og er að vinna þetta með okkur. Við erum með frábæra stjórn og vorum bara að velja okkur stjórn núna síðasta mánudag, sem að reyndar er bara í einn karlmaður, við þurfum að fjölga þeim næst. Og við erum með fagráð sem að vinnum með okkur sem að eru iðjuþjálfi, sálfræðingur, geðlæknir, starfs- og námsráðgjafi, félagsráðgjafi, sem að þær eru að vinna og þetta er allt topp fagmenn sem að eru að vinna með okkur að því að móta þjónustuna og svo er svo mikið grundvallaratriði við erum komið ungmennaráð og í lögunum okkar samtökin þá er kosið ungmennaráð á hverjum aðalfundi, 7 manna ungmennaráð og við erum komið með alveg frábæran hóp og kannski sem merki tímanatákn, það eru bara konur í fagráðinu, það er bara 1 karl af 7 í stjórninni en í fagráðinu eru 3 strákar og 4 stelpur, svo framtíðin er þeirra. Ungmennaráðinu. Verkefnin okkar. Við erum í raun og veru eins og ég segi, við erum bara núna í því að skilgreina þjónustuna, við erum búin að vera í samtali og samstarfi, við erum að byrja að vinna okkar kynningastarf og auðvitað snýst þetta líka peninga, þannig að við erum að fara af stað núna og fullt í mikið fjárögnunarstarf til þess að tryggja stoðir verkefnisins okkar og við munum þurfa að leita til almennings í því líka. Við erum í raun og veru núna að horfa á nýjan stað. Við vorum öll búin að vera hér í hausnum á okkur en 1. apríl fengum við afhent nýtt húsnæði þar sem bergið okkar verður. Að Suðurgötu 10. Við erum á fullu núna að vinna í húsnæðinu, við erum komið með fólk með okkur og það er svo ótrúlega magnað í þessu verkefni hvað fólk er tilbúið til þess að leggja sig fram. Ég setti 1 Facebook status árið 18. mars og viðbrögðum þeim status er alveg ótrúlega því þar sem ég sagði frá því að væri komið húsnæði. Við erum komið með smiði sem eru búin að vinna í sjálfboðaliða starfi hérna í 2 kvöld í vikuna, eftir 10 tíma vinnudag, það er það sem þeir vilja gera. Við erum með arkitekt sem að teikna þetta fyrir okkur ókeypis og ljósa hönnu, við erum komið svo mikið af dóti og húsgögnum og öðru til okkar. Við erum bara, það er svo ótrúlega fallegt að upplifa hvernig samfélag okkar er til í að taka þátt í þessu með okkur og ég bara get ekki lýst í hversu þakklátt ég er og við. Varðandi opnun bergsins, þetta er stóra málið. Við sögðum í september, sögðum mars. Það var nú eiginlega ekki fyrir í mars sem við hættum að segja mars. Við erum búin að vera mjög bjartsýnar. Við fengum húsnæði 1. apríl, við erum að vinna núna að því að búa til húsnæðið og breyta því og erum að vinna í þessu fagstarfi og fjáröflun, við erum svona ennþá þar. Þannig að við höfum sagt, svo var ég fann að segja apríl en þú veist það eru páskar í apríl, það er ekki alveg raunhæft kannski. Þannig að við erum að segja maí, það gæti, við förum eftir hvernig heilbrigðiseftirlitið er þakkt við okkur að gæti færst fyrir júní, ég ætla ekki að lofa því. En það sem við ætlum að byrja að gera er að við byrjum bara á fyrsta skrifinu, við ætlum að vera bara að opna, við verðum með síma, vefspjall og ráðgjöf og við verðum að í því að þjálfa sjálfboðaliða og vinna að enn frekari römmun þjónustuna núna í vor og svona fram á sumarið. Þetta er svolítið góður tími til þess að því vantanlega er ekkert gríðarlega mikið í gangi svona í júní, júlí en planið er að í ágúst
segjum við ætlum þá opnum við í raun og klárum við að opna aðra þrepi í þjónustu, september kannski, þar sem verður opið alla daga vikunar, þar sem að við verðum semst með umfram viðtölum fyrir að skipuleggja hópastarf út frá hópnum sem að koma til okkar. Við ætlum að fá inn til okkar þetta IPS sem hún Anna Lóa ætlar að kynna fyrir ykkur og eftir og fræðsla verður hluta okkar starfi líka. Þannig að við verðum semst með Þannig að við förum að stað með semst, ákveðnari hætti þarna í haust eftir sumarfrí. Hvernig þjónustan þróast samt sem áður nokkuð óljóst vegna þess að við vitum ekkert almennilega hvernig við munum átt okkur betur á því þegar ungmennin fara að koma til okkar og skilja betur hvað það nákvæmlega sem við þurfum að þróa annað. Þannig að þetta verður gríðarlega spennandi þróunarstarf. Hérna eru bara svona nokkrar, við fórum út til Headspace, já, bara sína myndir úr starfinu, hérna ungmennaráð okkar sem var stofnað í vor og hérna við höfum fengið ýmsa góða styrki, en allavega, við förum að opna bergi Headspace í bráðum, við getum sagt bráðum, ég skal hætta að segja mánuði stelpur, við segjum bráðum og það gerist og hérna, og ég vil bara þakka ykkur aftur öllum fyrir komuna. Og já, hérna